Það stór dagur í garðinum í dag. Hvað geturðu sagt mér þessa framkvæmd? Hér búið að byggja upp glæsilega aðstöðu fyrir líkamsrækt með glænýjum líkamsræktartækjum af flottustu gerð og hér sem sagt geta garðbúar og vonandi fleiri komið og byggt sig upp líkam og sál. Þessi framkvæmd, hún var svona bara ákveðin á íbúafundi, þetta var svolítið sett upp í hendurnar á íbúunum. Já, þetta áreindar allir sig ekki 10 ára aðdraganda í sveitarstjórninni. Síðan þegar var ákveðið árinu 2012 að fara að hefjast handa. Það var haldinn íbúafundur til þess að kynna, það var búið að hanna bygginguna og verkefnið var kynnt og það voru bara, íbúarnir voru bara mjög sammála það að ráðast í þetta verkefni. Þannig að bæjarstjórnin fylgdi því eftir og ákvað að kýla á það, sem maður segir. Þetta verkefni kostar cirka 180 milljónir, hvað nálægt því, byggingakostnaðurinn og tækjabúnaður og þetta allt fjármagn af eigið fé sveitafélagsins og ekki krónatekin að láni. Hvað nákvæmlega í þessu húsi? Herðu, nú þetta þannig, eftir tilkomið þessar aðstöðu, að við erum með mjög fullkomna glæsilega íþróttamiðstöð. Hér sundlaugin og hér íþróttasalurinn og hér þessi líkamsræktar aðstæða með fullkomnum tækjum og nýjustu gerð, bæði svona tækjasalur eins og hér og síðan salur fyrir spinning og hópatíma og einnig hér aðstæða uppi sem starfsmanna aðstæða, endurbætt og mjög góð. Munu enga þjálfarar og annars slíkt fá aðstöðu hérna til þess að koma garðmönnum í gott form? Ekki veitir af kannski, segja sumir. Jú, við reynum að hafa þetta nógu fjölbreytt og opið fyrir sem flesta. Annars þetta bara þannig að fólk getur bara komið og keypt sér kort hérna í íþróttamiðstöðinu og bara æft að vild? Já, það bara einfaldlega þannig og fólk getur keypt sér hér áskort eða styttri og nota sundlaugin í leiðinni, það innifalið. Þannig að ég skora bara á alla að koma hérna og hefjast handa.